Komið sæl og blessu, kæru naut. Spilið ykkar úr heilunar stokknum mínum nýja heitir Spiral of Grace og er númer 24. Á íslensku gæti þetta útlagst sem jákvæð hringrás, spírall náðarinnar, svona að maður á því þetta nákvæmlega. Þetta er sem sagt þar sem að jákvæðir hlutir hafa jákvæðar hluti í för með sér og það að fara inn í jákvætt ferli og ýta þar með á undan sér jákvæðri orku, taka með sér jákvæða orku, hvar sem að maður fer. Þetta spil er að minna ykkur á að losa ykkur við neikvæðar hugsanir, að láta ekki neikvæða reynslu eyðileggja svona ykkar daglega líf, skulum við segja. Þið eigið það sammerkt með hrútnum að þetta spil kemur inn á fortíðina og uppeldi og stórfjölskyldu fortíðarinnar. Þar sem ef til vill hafa verið misjafnar upplifanir og einhverjir atburðir sem hafi verið miður góðir, sem hafi innihaldið neikvæða orku, ofbeldi og þarfram eftir götum. Þetta spil er að benda ykkur á að fyrir ykkur mörg kæru naut er komin tími til að hreinsa það út úr ykkar lífi og setja inn í staðinn kærleika, fyrirgefningu og jákvæða orku almennt. Ég veit að mörg ykkar segja að það sé hafi verið sagt en gert og sumt sé ófyrirgefanlegt og ég skil það mjög vel, trúið mér. En þetta spil er hér til að segja ykkur að það sé mögulegt. Hvað sem síðar verður og hversu langan tíma sem að það mun taka. Við getum ekki alltaf unnið úr öllu á þessu eina æviskeiði sem við erum á akkurat núna. Sumir hlutir taka lengri tíma. En hér er samt sem áður verið að minna ykkur á að neikvæðar upplifanir geta látið mann spírallast áfram inn í meiri neikvæðar upplifanir og þangað til að við erum jafnvel bara komin í einhvers konar öngstræti af neikvæðum hlutum og það er okkar að stoppa það ferli og reyna að finna jákvæða útleið. Eins og spilið segir, það er kominn tími til að létta byrðina sem þú berð, kæra naut. Það er kominn tími til að sleppa fortíðinni og það er kominn tími til að láta það sem hér stendur karmísk örlög eða karmíska hluti hætta að hafa tök á lífið þínu. Ég vil ekki endilega meina að allt sem að við tölum sem karmískt sé endilega neikvætt. En það er allavega klárlega þörf hérna á heilun og því að einhver gömul sár grói. Og til að gömul sár grói þá þarf að hreinsa þau. Og
baða þau í jákvæðum hlutum, baða þau í græðandi smyslum, huga að þeim, annað slagið, halda þeim hreinum, þannig græðum við gömul sár. Við græðum líka gömul sár innan frá með réttu hugafari, með réttum bætiefnum og með því að halda sýkingum fjarri. Alveg eins og með hrútinn, þá segjum við ykkur kæru naut, þetta spil er að hnippa í ykkur, gefa ykkur vísbendingar. Ég læti ykkur að finna út hvað það er í lífi ykkar sem að þið þurfið að huga að með þessi skilaboð í huga. Annars óska ég ykkur alls hins besta, ljós og kærleikur.